Ég vissi ekkert ótrúlega mikið Aþenu og hvað að gerast. Það sem ég lærði Aþenu í þessum samskiptum var að stelpurnar virðast vera mjög mótiveraðar, taka það mjög alvarlega, voru mjög opnar og ég meina við vorum alveg að spjalla mjög lengi og áhuginn þeirra hann hélst allan tíman. Og ég skynjaði ekki að þetta var eitthvað svona allir þyrftu að fara heim. Þú veist, ég held að ég hef verið svona svengsta manneskjan á staðnum og farið mestarlangi hamborgara. When you first started, like, and people were like going against you and stuff, was that ever hard for you, like mentally? Yes, very hard. Would you do anything differently? Who's your role model? Is there a book recommendation you can give? What do you want your legacy to be? Oh my god, ok. Þannig það voru svona frekar þroskaða spurningar, kannski svona þroskaðri en maður hefði búist við með svona ungan hóp. Greinilega mikið af pælingum og mikil svona löngun til þess að fara á dýptina. How do you guys feel when people are talking about you and saying that you are a part of something that you're not in control of? The thing is, they also wouldn't know if we have critical thinking or not because they don't come and ask us anything. It's the people that don't know anything that comment the most, I feel like. How do you feel towards the media and how they have represented you? Okay, very good question. Það kannski svolítið erfitt fyrir mig að draga upp eitthvað svona hvað ég sé sameiginlegt af því að þú veist ég bara hef ekki nógu djúpa þekkingu. Kannski svona einfaldasta svarið sem svona liggur beinast við að það er verið að synda gegn straumnum, það er verið að tala og gera hlutina með annars konar hætti en þeir hafa verið gerðir áður og það auðvitað vekur upp mikla gagnrýni og oft mjög sterk viðbrögð og oft á tíðum það er allavega mín reynsla viðbrögð byggð á lítilli innsýn eða þekkingu í það hvað málið raunverulega snýst Do you feel, you and then you guys as a whole, that what you guys are doing is like worth a sacrifice? That it's worth it to be doing this? I mean, you could be playing sports at any other like sports club. You don't have to be here. And being here means that you're in the media a lot, that you get harassed online or even in person, people asking you, are you brainwashed? Is it worth it? Or would you just want to have a more like normal sports situation where you just show up and everybody's like, I've done the normal, yeah. So yes, it's worth it. It's 100% worth it because I get so much more out of this than just basketball. Yeah. Og góður andi í hópnum, að mér fannst þær vera ótrúlega opnar, mjög svona hreinskiptnar, góðar spurningar, djúpar, þú veist þær voru að pæla, þetta var ekki bara eitthvað svona small talk og þeim fannst greinilega gaman að fá tækifæri til að spyrja spurningarna og mér fannst gaman að svara þeim af því ég skynjaði svona einlægni og raunverulegan áhuga. Hvað myndir þú segja um ungt fólk sem vil berjast fyrir réttindum og breytingum? Já, einmitt. Það sem ég svona myndi ráðleggja þeim, maður þarf bara að horfa á stöðu að það er erfitt að berjast, það er ekkert gefið að maður vinni, en ef maður nær að halda áfram, gefast ekki upp og hafa gaman að því sem maður er að gera, þá held ég að það sé einmitt hægt að halda áfram. Og þá auðvitað opnast möguleikarnir á því að það sé hægt að vinna sigur eða breyta hlutunum og það er auðvitað ástæðan fyrir því að maður er að þessu til þess að byrja með.